Jæja félagar, nú þið að sýna mér einhvern almesta heiður sem að mér hefur nokkuð tíma hlotnast að veita mér þessa viðurkenningu og klappa baki fyrir kannski þau störf sem ég hef verið að gera og það er svona kvartalhaldan hefur margar stundir og í getum tíðina og að upplifa helstu atriði og í allri hestamennskunni þá við á öllum sviðum. Ykkur hluta vegna hefur ég verið svo lánsamur í þessu að fá að vinna við mitt starf og fá að upplifa það að nýta með þau tækifæri sem ég fékk og þar á meðan henni kall það vantar ekki og auðvitað fleiri á lífsleiðinni og þetta er náttúrulega búið að vera stórkostlegt ævintýri. En mér dettur nú svona alltaf mest í hug þegar maður fær svona heiður að auðvitað kannski, maður lítur kannski meira á sig sem ekki bara sem hestamenn, heldur íþróttamann, heldur líka kannski sem listamann, að fá að skapa og það held ég það sem er svo gaman við hestamennskuna að fá að skapa og á hvaða sviði sem það er í hestamennskunni og ekki minnst að fá að hafa verið með í að skapa þetta samfélag sem við erum í núna og sjá allt unga fólkið í 3., 4. og 5. ættlið að núna að standa undir þessu öllu saman og með þennan frábæra félagslega bakhjarl sem ég líst mjög vel á og sko meiri sköpunarkraft og hluti á bakvið svoleiðis batteri getur ekki komið neins staðar annar staðar sterkara fram en í félagsmálum, góðu félagsmálafólki, einstaklingum sem hafa áhuga og vilja leggja sig allan fram. Svo ég ætla bara að segja við ykkur, elsku vinir, takk fyrir að fá að vera með í þessu öllu saman. Með ykkur. Og þér líka, kallinn minn. Nafn Einars Öders Magnússonar hefur nálægt 40 ára skeið borið hátt í íslenskri hestamennsku. Á landsmótinu á Þingvöllum 1978 var hann unglingur og sýndi þá til fyrstu verðlauna ættmóður hrossa sinna, Leiru frá Þingdal, og af þessu fór frægðarorð og orðstýrin hefur lifað alla götur síðan. Nafn Einars Öder er rækilega samtvinna nöfnum fjölmargra sigurvera og stórtyrlinga, greift í hug okkar allra sem fylgst hafa með. Einar sló í gegn sem einn efnilegasti knapi landsins á fjórðungsmóti á Kaldamellum, eftir að hafa starfað í Stykkishólmi veturinn og undan. Marga hesta hefur hann sýnt til afreka og ber þar helst að nefna Júní frá Syðrigróf, Tinnu frá Flúðum, Otur og Kjarval frá Sauðárkróki, Flosa frá Brunnum, Odd frá Selfossi, Funa frá Skálá og nú síðast úr eigin ræktun Glóðaþeyki frá Halakoti. Og þótt Þóroddur frá Þóroddsstöðum og Spuni frá Vesturkoti séu ekki skilgetnir synir Einars, þá er hann óumdeilanlega afi þeirra beggja. Þegar rýnt er betur í hrossanöfn, birtast afrek sem eru fágæt í sögu landsmóta. Sigur í A-flokki 1986, sigur í B-flokki 2012, heiðursvelun fyrir stóðhest úr eigin ræktun 2002, hæst dæmdu 5 vetra stóðhestar allra tíma 2004 og 2011. En Einar hefur gefið okkur margt fleira, þótt sumt af því sé ef til vill huglagara en það sem hér var nefnt. Kennsla hefur verið viðfang hans áratuga skeið og í greinaskrifum, viðtölum og á fræðslufundum hefur hann verið óspar á að leiðbeina reiðmennsku, ræktun, þjálfun, keppni og dómstörf. Einar hefur gegnum tíðina verið brautryðjandi í markaðsstarfi íslenska hestsins, bæði í Ameríku og Evrópu. Á haustmánuðum hlaut íslenski hesturinn þann heiður að vera útnefnt hestakinn ársins í Frakklandi. Þar hefur Einar með þekkingu sinni og fagmennsku leitt verkefnið til þess vegs sem það er í dag.
Einar Öder hefur verið einn af helstu máttarstólpum landsliðsins í hestaíþróttum með störfum sínum hvort heldur sem knapi, þjálfari eða liðstjóri, en þeim störfum sinnti hann til fjölda ára fyrir Landssamband hestamannafélaga. Einar hefur með næmni sína á mönnum og hestum átt þátt í fjölmörgum sigrum landsliðsins, knapa og hesta á stórmótum heima og erlendis, og með því hefur Einar skipað sér sess meðal bestu þjálfara í Íslandshestaheiminum. Það hefur verið gaman að fylgjast með þegar knapar fagna sigri eftir góðan árangur í keppni, hversu náin tengsl hafa myndast þar á milli. Með störfum sínum í þágu LH, landsliðsins og sem reiðkennari hefur Einar sett mark sitt á reiðmennsku á Íslandi og víða heim á löngum ferli. Það væri hægt að telja upp miklu meira ágæti Einars en hér gert, en það yrði of löng upptalning að þessu sinni. Einar hefur unnið til fjölmargra verðlauna á öllum sviðum hestamennskunnar eins og á Norðurlandamótum og heimsmeistaramótum með landsliðinu sem segir margt hann og hans störf. Góðir gestir, það í þessum anda sem við ætlum að ljúka yfirferðinni hér í kvöld. Náttúrubörnin Einar Öder Magnússon og glóðafeykir frá Halakoti.